Jæja, enn höldum við áfram með umræðanir, fleiri dæmi. Skoðum þetta dæmi. Hversu mörg 5 stafa orð má mynda úr bókstöfunum kaffi? Það sé K, A, 2F og svo 1 I. Ef í fyrsta lagi engin skilyrði eru sett og í öðru lagi B-lið, þá mega F-in ekki vera hlið við hlið. Og þegar ég tala 5 stafa orð, þá á ég við bara strengi í raunni. Hvað get ég raðað þessum bókstöfum á marga vegu þó að orðin verði í sjálfu sér merkingarlaus. Nú, kíkjum á A-lið fyrst. Engin skilyrður eru sett, en ég vil samt sem áður ekki tvítelja sama orðið. Við sjáum það að ef ég víxla á K-unum, þá ég ennþá með sama orðið þó að það sé í raun önnur umröðun þessara tákna. Þannig að ég ætla að byrja því að teikna upp örfá tilfelli. Við getum litið svo á, ég ætla að lita F-in þannig með annaðra grænt og hitt rautt. Ok, ein umröðun bara hreinlega eins og þetta kemur fyrir, kaffi. Önnur umröðun, það þá K-I-F A-F og svo held ég áfram að breyta röðin á bókstöfunum og einhvern tímann kemur að því að ég fæ aftur orðið kaffi nema hvað að röð F-ana önnur. Ég búin að víxla á F-unum. Ég mætti ekki hafa græna F-ið fyrst og rauða F-ið svo aftur af því að það búið. Við erum búin að telja það tilfelli þannig efst. Hins vegar, núna ég búin að víxla á F-unum en ég samt með sama orðið og ég vil ekki telja það aftur. Svo held ég áfram og einhvern tímann fæ ég aftur orðið K-I-F-A-F nema græna F-ið á undan þessu rauða og svo framvegis. Það kemur ljós að hvert orð mun verða tvítalið af því að ég með 2F og það eitt að víxla þeim talið sem ný umröðun en náttúrulega aftur sama orðið. Þannig að ef ég ætla að finna heildarfjölda 5 stafa orða sem ég get myndað með þessum 5 bókstöfum þá þarf ég að bara reikna ákveð marga vegu, get ég raðað 5 stökum en deila svo með 2 af því að hvert orð kemur tvisvar fyrir. Af því að innbyrðis get ég raðað þessum F-um alltaf á 2 vegu. Þess að ég get víxlað á þeim 2. Ok, þannig að þá reikna ég þetta með þessum hætti. Ég bara reikna ákveð marga vegu, get ég raðað 5 stökum af 5 mögulegum en deili með fjölda leiða til þess að raða 2 stökum af 2 mögulegum. Það að segja raða F-unum 2 innbyrðis. Og þetta gefur okkur 60. Bara með meðan geta slegið þetta inn í reiknivél. Ok, ég get mynda 60 mismunandi orð úr þessum með því að raða þessum 5 bókstöfum á mismunandi vegu. En hvað ef F-in mega ekki vera hlið við hlið? Jú, það sem við skulum gera þá og þetta líka dálítið snúið, reynir á hyggjuvitið, common sense eða svona einhverja rökhugsun skulum við segja frekar. Ég ætla að líta á að ég ætla að tryggja það að þau lendi hlið við hlið. Þannig ég ætla bara að líta á þau sem 1 stak. Þannig ég ætla að líta á K-ið sem 1 stak, A-ið sem 1 stak, F-in 2 sem 1 stak og I-ið sem 1 stak. Og svo bara spurt ákveð marga vegu get ég raða þessum 4 stökum. Já, það þá bara 4x4. Það sé á 24 mismunandi vegu get ég raða þessum stökum þannig að F-in 2 lenda hlið við hlið. Ok, en B-liðurinn gekk út á það að finna ákveð marga vegu get ég raðað bókstöfunum 5 eða segja hversu mörg orð get ég myndað úr bókstöfunum 5 ef að F-in eru ekki hlið við hlið. Þannig að ég dreg þessi 24 tilfelli bara frá heildarfjölda orða sem ég gat mynda.
60 mínus 24, 36. Ég get myndað 36 mismunandi orð úr þessum 5 bókstöfum þar sem F-in eru ekki hlið við hlið. Eitt dæmi en, og þau eru að verða svolítið snúin hérna. En hvað getum við myndað mörg 11 stafa orð með bókstöfunum hrekkjavaka? Ok, mér sýnist ef ég hef talið rétt, þá eru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bókstafir þarna. Og við skulum taka eftir því, ég er bæði með 3K og 3A. Þannig að það eitt og sér að breyta röðinni á K-unum, ímyndið ykkur að það er það eina sem ég ætla að gera. Ég get bara víxlað á K-unum einhvern veginn. Þau eru 3 og við sáum þegar við vorum að raða hérna Simpson systkinunum að 3 stökum var hægt að raða á 6 mismunandi vegu. Þannig að ég get bara innbyrðis raðað K-unum á 6 mismunandi vegu þó ég breyti engum öðrum bókstöfum. Þannig að ég mun margtelja sömu orðin, þar að segja sömu umröðin þessara bókstafa alla, af því að hérna K-in raðast innbyrðis bara á 6 vegu og A-in líka. Ok, gleymum því í bili. Táknin 11, ég get raðað þeim á svona marga vegu. Hvað er þetta? Þetta er hérna 39.916.800. Mjög marga vegu sem ég get raðað þessum 11 táknum. En ég get raðað K-unum innbyrðis á 6 vegu og sömuleiðis A-unum. Það er að segja fyrir hverja umröðun á K-unum þá get ég raðað hérna A-unum á 6 vegu. Þannig að 6 leiðir til að raða K-unum innbyrðis og 6 leiðir til að raða A-unum innbyrðis. Samtals gerir það 36 mögulega leiðir til að breyta röðin á K-unum og breyta röðinni á A-unum án þess að breyta orðinu sjálfu. Það er að segja hérna, merkingu þess. Ok, þannig að hvert orð, þegar ég raða þessum 11 táknum, þá mun hvert orð koma 36 sinnum fyrir, bara því að ég var með svona mörg K og svona mörg A. Þannig að heildarfjöldi orða sem hægt er að mynda er því 11p11 deilt með 36. Það gerir 1.108.800 leiðir til þess að, eða orð sem við getum myndað með því að breyta röðinni á þessum bókstöfum. Aftur, pínu snúið verkefni. Nú, að lokum, ég held að sé komið að því, þá ætlum við bara að taka saman hérna regluna sem við vorum að nota. Hún byggir á endurteknu vali sem að við sáum núna hérna í einhverju myndbandinu, fyrsta myndbandinu í þessari röð, myndbandaröð, ef svo má segja. Og þetta er stundu kallað hérna röðunarreglan eða umröðunarreglan. En ef við ætlum að raða n hlutum í einhver k-sæti og n er stærri k, þar að segja heildin er meiri en fjöldi hluta sem við ætlum að raða, eða þá er fjöldi umræðana táknaðar með þessum hætti n stórt p undirskrifað k, þar að segja undirskrifað n stórt p undirskrifað k. Og formúlan fyrir fjöldanum er n hrópmerkt deilt með n mínus k hrópmerkt. Og við þurfum í sjálfu sér ekki formúluna af því að yfirleitt dugar okkur reiknivélin til þess að reikna þetta. Það er tiltakki þarna np. R heitir hann reyndar á reiknivélinu en ekki npk. En svo þarf dálítið að útsjóna sig með stundum í dæmum af því að það er einhver skilyrði sett og svo framvegis. En aftur, bara reikna nógu mörg dæmi, glíma við nógu mörg verkefni til þess að fá æfingu í þessu. En þarna ljúkum við umfjöllun umröðun og næst fyrir við að tala samantæktir.
og það þá svipað fyrirbæri í sjálfu sér. Við erum að velja nokkur stök úr einhver heild, nema hvað að þar skiptir röðin ekki máli. Sjálfsögðu þegar við erum að raða hlutum, þá röðin aðalatriði. En hérna við ætlum að skoða hvað gerist þegar við erum að velja hluti úr einhverju mengi og röðin skiptir ekki máli. En takk í bili.